Ég man ekki eftir því. Já, það er nú verið fyrra, ég man því. Minn maður í ofninu. Reynslu bolti. Útsending komin í gang. Þá bara hendi úr stað. Góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 17. febrúar árið 2026 og hér með er settur fundur í bæjarstjórn unga fólksins á Akranesi. Þetta er í 20. og 4. skipti sem að fundur er haldinn í bæjarstjórn unga fólksins hér á Akranesi og mætt til þessa fundar eru eftirtalin og ég ætla að byrja á bæjarfulltrúum unga fólksins. Það eru Eydís Glóð Guðlaugs Drífudóttir, Sandra Björk Freysdóttir, Arndís Elva Pálsdóttir, Sigurður Brynjarsson, Gunnar Heimir Ragnarsson og Eva Júlíana Bjarnadóttir. Einnig sitja fundinn hérna bæjarfulltrúar af eldri kynslóðinni, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Ragnar B. Sæmundsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Líf Lárusdóttir, Einar Brandsson, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og Líf Ása Skarstað og sá sem hér stendur Valgarður L. Jónsson og gegni ég embætti forseta bæjarstjórnar á þessum fundi. Þá sitja fundinn þau Haraldur Benediktsson bæjarstjóri og Dagný Hauksdóttir, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs og það er Dagný sem sér að rita fundagerð þessa fundar. Við göngum til dagskrár, það eru 6 mál á dagskrá þessa fundar og það eru bæjarfulltrúar unga fólksins sem munu flytja framsöguræður undir hverju máli. Svo eftir hverja framsöguræði munu gefa orðið laust ef eitthvað vill bregðast við strax en við getum líka tekið umræðu öll málin saman eftir að sjöttu og síðustu framsöguræðu hefur verið lokið. Þannig að ef að bæjarfulltrúar kjósa að koma upp þá og ávarpa fleiri en eitt mál þá er það allt saman í boði. En við byrjum bara. Fyrsta mál á dagskrá, málsnúmer 2602 1589, Þorpið frístundamiðstöð, erindi á bæjarstjórnarfundi og það er Eydís Glóð Guðlaugs Drífudóttir sem ætlar að fara með framsöguræðu Þorpið frístundamiðstöð. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Ég ætla bara að byrja á því að þakka ykkur bæjarstjórn fyrir samstarfið síðastliðnu ár og þakka núverandi forseta bæjarstjórnar þar sem þetta er síðasta kjörtímabil hans, í bili allavega. En nú ætla ég að snúa mér á málefni mínu sem er aukinn fjárstuðningur til félagsmiðstöðvar Akranes. Og góðan dag bæjarstjórn og forseti bæjarstjórnar. Ég heiti Eydís Glóð Guðlaugs Drífudóttir og sit í ungmennaráði Akranes og er hér í dag til að tala aukinn fjárstuðning til Arnardals, félagsmiðstöðvar bæjarins. Ungmenni og börn Akraneskaupstað eru almennt mjög ánægð með félagsmiðstöðina og mörg eldri ungmenni hafa sagt að einhverja bestu minningum þeirra úr grunnskóla tengist starfinu í Arnardal. Þetta sýnir hversu mikilvægt hlutverk félagsmiðstöðvar gegnir í félagslífi og uppeldi barna og ungmenna í bænum. Á síðastliðnu barnaþingi kom fram skýr ósk að félagsmiðstöðin væri opin að einhverju leyti yfir sumartímann. Þó er ekki verið að óska eftir því að sumaropnun sé með sama hætti og öðrum tíma ársins, ekki 2 til 3 sinnum í viku, heldur einkum verið að horfa til þess að félagsmiðstöðin sé opin í tengslum við viðburði sem eiga sér stað í bænum, svo sem írska daga, en þeir voru einnig mikið ræddir á barnaþingi.
Félagsmiðstöðin gæti til dæmis skipulagt viðburði á írskum dögum en á barnaþinginu kom það skýrt fram að börn og ungmenni óskuðu eftir fleiri viðburðum sem miðast við þeirra aldurshóp þegar eitthvað að vera í bænum. Þessi aldurshópur verður oft aðeins útundan þegar kemur að afþreyingum og skemmtunum og félagsmiðstöðin kjörinn vettvangur til að skipuleggja slíkt starf. Einnig var bent á að húsgögn og annar búnaður sem félagsmiðstöðin á er orðinn frekar gamall og lúinn og myndi þessi fjárstuðningur því einnig nýtast til að bæta húsnæði og umhverfi félagsmiðstöðinnar. Búnaður og húsgögn eru í stöðugri notkun og eðli málsins samkvæmt þar reglulega að endurnýja hvoru tveggja. Að lokum vil ég leggja áherslu á að börn og ungmenni Akraneskaupstað óski eftir því að þetta verði að veruleika. En til þess þarf aukinn fjárstuðning. Með því að fjárfesta í félagsmiðstöðinni er verið að fjárfesta í velferð, félagslíf og framtíð ungmenna í bænum og efla það forvarnagildi sem félagsmiðstöðin hefur. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þína framsögu, Eydís. Og orðið laust ef eitthvað vill bregðast við núna. Nei, við tökum þetta bara á eftir. Bara ræðum saman allt saman eftir síðustu. Er það ekki ágætis plan? Þá förum við í annað mál á fundinum. Málsnúmer 2602-1590. Það er Sandra Björk Freysdóttir sem ætlar að koma hér með framsöguræðu barna- og unglingamenningu á bæjarhátíðum. Sandra Björk, gjör svo vel. Forseti, bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég heiti Sandra Björk Freysdóttir og ég ætla að ræða við ykkur í dag bæjarhátíðir og barnamenningu. Írskir dagar hafa í gegnum tíðina verið skemmtileg fjölskylduhátíð þar sem að margir koma frá öðrum bæjarfélögum til að gera sér glaðan dag. Akraneskaupstaður hefur gripið vel í öryggismál og tryggt það vel að þeir sem koma á bæjarhátíðina okkar geta skemmt sér við öruggar aðstæður. En það hefur verið skortur á dagskrá viðburðum fyrir ungmenni og unglinga undir 20 ára. Þegar krakkarnir orðið 12-13 ára eru fyrst farin að sjá að þau eru orðin of gömul fyrir barnadagskrána og of ung fyrir eldri viðburði. Þeim fannst kostnaðurinn mikill og voru allir aldurshópar sammála því, en 12-13 ára óskuðu eftir sérstökum viðburðum fyrir sinn aldur eins og leikjum, íþróttakeppnum, ungmennaböllum, áfengislausum kvöldviðburðum og að tækin væri ekki eins miðuð að börnum. Þau vilja að þeim sé tekið sem unglingum en ekki börnum. 14-15 ára krakkar eru aðeins gagnrýnir á skort viðburða fyrir þeirra aldur. Þeim finnst þau ekki eiga heima á hátíðum þar sem þau eru gleymdi aldurinn. Þau kvörtuðu yfir því að þeim finnst þau ekki hafa neitt að gera nema að labba í tilgangsleysi. Þau óskuðu einnig eftir íþróttamótum og ungmennaböllum. Unglingar eldri en 15 ára hafi hingað til gripið mikið í áfengi á írskum dögum þar sem það er lítið annað fyrir þau að gera. Þau báðu langflest hafa unglingaball sem er á laugardagskvöldinu fyrir krakka á 16. ári og upp úr. Þau vildu fá einhverja af þeim tónlistarmönnum sem koma á lopapeysuna til þess að koma á unglingaballið, svo stungu einnig einhver upp á því að fá ungmenni sem hafa mikinn áhuga á að gera tónlist til þess að syngja á tónleikunum. Þau hafa ítrekað beðið að hafa eitthvað í gangi á kvöldin og meiri dagskrá fyrir þau á daginn eins og til dæmis sápubolta, íþróttakeppnir, bílabíó og sölu á fötum frá skagamönnum, sem sagt, bara svona second hand, pílumót og borðtennismót. Það sem þessir aldurshópar báðu var íþróttakeppnir, leikir og böll. Íþróttakeppnirnar og leikirnir gætu verið haldnir í höllinni, íþróttahúsinu á Vesturgötu, stóra grasblettinum á Jaðarsbökkum og á íþróttahúsinu á Jaðarsbökkum. Sápuboltinn gæti verið á túninu við hliðina á bíóhöllinni, túninu á Presthúsabraut eða úti æfingasvæðinu hjá Jaðarsbökkum. Það voru mjög sterkar skoðanir á unglingaböllunum. Þessi hugmynd kom upp í öllum hópum og eldri krakkar lögðu meiri áherslu á að þeim langaði sér ball fyrir 16 og eldri.
Þess vegna stingi ég upp að hafa eitt ball fyrir krakka fædda 2013 til 2011 eða 7. til 9. bekk á laugardagskvöldinu frá 7 til 9 þar sem að það væri þá DJ og heldur upp í stemningu og sjoppa á staðnum sem selur nammi og drykki. Svo eitt ball fyrir krakka fædda 2010 til 2007 eða 16 og 19 ára á laugardagskvöldinu frá 10 til 12 þar sem að koma tónlistamenn og sjoppa sem byggði upp á óáfenga drykki og pítsu. Gæsla væri á staðnum og boðið væri upp á blása fyrir eitrupotti sem fyrirbyggja unglingadrykki. Vökudagar hafa einnig verið skemmtileg skemmtun fyrir skagamenn til þess að kynna sér menningu. Það sem við tókum samt eftir að það var enn og aftur bara fyrir börn og fullorðna en lítið sem ekkert fyrir ungmenni og unglinga. Við söfnuðum saman hugmyndir frá ungmennum og fengum þá nokkrar æðislegar hugmyndir. Þau stungu upp á söngvakeppni, íþróttamótum og leikjum, hæfileikakeppni, fatahönnunarnámskeiði og námskeið fyrir tónlistargerð. Námskeiðin geta verið sett upp í Arnardal eða í nýju listgreinastofunum í Brekkubæjarskóla. Söngvakeppnin geti verið í bíóhöllinni eða íþróttahúsinu á Vesturgötu. Hæfileikakeppnin og íþróttamótin og leikirnir geti verið í íþróttahúsunum. Og það sem að hefur verið vandamál við þátttöku ungmenna er það svo breytt aldursbil oft sett saman. Þegar við erum með ungmenni á svo ólíku þroskastigi þurfum við að hafa þau í minni hópum, það sé 2 til 4 ár saman. Svo kom það einnig upp hjá ungmennum sem við ræddum við að mörg þeirra höfðu heyrt lítið sem ekkert vökudaga og okkur finnst vanta meiri auglýsingu á viðburðunum sem Akraneskaupstaður býður upp á. Það er hægt að gera til dæmis í skólum og íþróttahúsum eða auglýsa það á Facebook síðu Akraneskaupstaðar og biðja foreldrum að sýna börnunum sínum. Takk fyrir. Kæra þakkir, Sandra Björk, fyrir þessa yfirferð og þessar góða ábendingar sem við fengum þarna í þinni framsöguræðu. Er einhverju sem að vilja taka til máls núna? Og nei. Eftir bara. Við förum í þriðja mál á þessu fundi. Þriðja mál hefur málsnúmer 2602-1591 og ber yfirskriftina frítími og félagsmál. Og það er Arndís Elva Pálsdóttir sem ætlar að flytja framsöguræðu það. Gjörðu svo vel, Arndís. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Ég heiti Arndís Elva Pálsdóttir og ætla í dag að ræða frítíma og félagslíf ungmenna á Akranesi. Ég vil byrja að hrósa ykkur á stórkostlegu unglingarými í Brekkubæjarskóla og svo hafa börn og frístundastarfsmenn auðvitað lýst yfir mikilli ánægju á frístundastrætónum. Frítíma og félagslíf skipta miklu máli fyrir andlega heilsu, tengsl og þátttöku í samfélaginu. Niðurstöður barnaþings sýna skýrt að börn og unglingar kalla eftir fleiri möguleikum og meiri rými til að hittast og taka þátt, án þess að þurfa að fara í önnur sveitarfélög til að finna afþreyingu. Margir upplifa að það sem er í boði á Akranesi ná ekki alltaf að mæta þeirra þörfum. Unglingar upplifa oft að þeir falla á milli kerfa, þeir eru orðnir of gamlir fyrir barnameðastarf, en finna ekki nægilega marga valkosti sem eru ætlaðir þeim sjálfum. Og þau segja hreint og beint að það er einfaldlega engin staða til að vera. Þetta eru skýr skilaboð. Við þurfum að skapa pláss. Það sýnir að þörfin er ekki bara fyrir fleiri viðburði heldur fyrir raunverulegt pláss þar sem öll ungmenni finna þau tilheyra. Slíkt pláss getur falist í stærri félagsmiðstöð með sveinlegri opnunartíma, fjölbreyttari viðburðum, afþreyingu og aðstöð sem hentar mismunandi áhugamálum og aldurshópum. En það er erfitt án þess að hafa stærra rými og nægilegt fjármagn. Á sama tíma er mikilvægt að horfa til þeirra aðstöðu sem við höfum nú þegar og spyrja hvernig er hægt að þróa hana áfram. Sundlaugin er eitt af mikilvægasta samkomurými samfélagsins. Hún er ekki aðeins staður fyrir íþróttaiðkun, heldur einnig mikilvægur vettvangur fyrir félagslíf og samveru. Síðastliðin ár hefur kaupstaðurinn farið í framkvæmdir á sundlaugasvæðinu og má þó nefna nýja heita potta, endurgerð blautagufu og nýr kaldur pottur. Það sem þyrfti þó helst að horfa til er betra flæði og heildarbragur á svæðinu. Svæðin sem eru hönnuð með yngstu börnin í huga eru slitin í sundur, vaðlaugin í öðrum endanum og rennibrautarlaugin í hinum. Kaldi potturinn og blautgufan
ekki nála við hvort annað, sem í raun ótrúlegt með því að kaldipotturinn nýjasta viðbótin við sundlaugasvæðið. Börn og unglingar hafa ítrekað kallað eftir betri rennibrautum, stærri aðstöðu og almennum endurbótum sem sýnir að sundlaugin getur gegnt enn stærra hlutverki en hún gerir í dag. Því vil ég leggja áherslu á að horft sé til þess að laga og þróa sundlaugina frá grunni með þarfir barna og ungmenna í huga, þannig að vera aðlaðandi, lifandi og raunverulegur samkomustaður til framtíðar. Við viljum samfélag þar sem ungmenni þurfa ekki að leita annars staðar til að finna félagslíf, afþreyingu eða tengsl, heldur finna það í eigin næringu. Samfélag þar sem þau fá að hafa áhrif og finna að hlusta sig á þau. Með því að skapa rými fyrir öll ungmenni og fjárfesta í aðstöðu eins og sundlauginni getum við bæði styrkt líðan, tengsl og framtíð samfélagsins okkar. Takk fyrir. Kæra þakkir, Arndís Elva, fyrir þína yfirferð og aftur bara frábærar ábendingar sem að þú ert að koma með til viðbótar við allt hitt. Þannig að við höfum úr nógu að moða eftir hennar fund. Við erum bara hálfnuð í gegnum dagskrána og hellingur komið fram nú þegar. Fjórða mál á dagskrá, málsnúmer 2602 1592, skólamál, og það Sigurður Brynjarsson sem að heldur framsöguræðu í þessum fundalið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og ágætu gestir. Á barnaþingi töluðu krakkarnir að væru ánægð með starfsfólk, kennara skólana, frímínútur og sérstaklega nýju nemendaaðstöðuna í Brekkubæjarskóla. Ný endurbætt og glæsileg skólahúsnæði og margt fleira í skólum bæjarins. En það voru nokkur atriði sem komu fram hjá öllum aldurshópum eins og borð, stólar, aðbúnaður og pælingar hvenær ætti að byrja skólan. Nemendaaðstæðan í Brekkubæjarskóla sýnir okkur hversu mikilvægt það að aðstaða fyrir unglinga í skólum bæjarins séu ekki látið mæta afgangi, heldur það miðpunkturinn. Krakkar á unglingastigi töluðu sérstaklega hvað þau vildu að skólinn myndi byrja aðeins seinna, kannski 8:30 eða 9 og þá hálftíma eða klukktíma lengur á daginn, því það væri meira í gangi á kvöldin eins og æfingar eða hitta vini sína og síðan alltaf Arnardalur og líka bara myndust á það að unglingar verða þreytt seinna en annað fólk. Og já, krakkar úr öllum aldurshópum töluðu líka að stólar og borð í skólastöðum væru óþægileg. Að þau væru að mæta þreytt og oft nývöknuð í skólan og þau eru svo sitja í óþægilegum stólum sem kemur þeim í vont skap. Ég held að ef það yrði bæting á þessum atriðum bætist námsumhverfið nemendanna til eins betra og nemendur verða tilbúnir til þess að læra. 8. bekkur í grundaskóla kvörtuðu undan því að þau væru ekki á sama svæði og 9. og 10. bekkur í skólanum og þeim fannst þau vera þá að missa af ákveðnu svona stemmingu eða einhverju umhverfi að vera í kringum hina eldri krakkana. Og krakkarnir töluðu líka að þeim fannst ekki nógu mikið vera að hugsa líðan þeirra og kölluðu eftir fleiri einn á einn samtölum með kennara, sálfræðing, skólasálfræðing eða einhver annarri trúnaðaraðila. Líka var talað að þau vildu meiri fjármálalæsi, læra meira samfélagsmál, raunvísindi, læra frönsku eða spænsku í staðinn fyrir dönsku, eða í staðinn fyrir dönsku. Mættu nemendur í 10. bekk taka þá 3. tungumál í áfanga upp í fjölbrautaskóla eins og þau vera að bjóða með enskuna ef þeim gengur það vel að þau geti verið að gera það. Og já,
Krakkar úr báðum skólum óskuðu eftir meira samstarfi á milli skólana og að gera skólana þéttari þar sem þau eru saman í Arnardal, bæði krakkar á unglingastigi og miðstigi og svo eru mörg þeirra saman á æfingum. Mér finnst þetta bara mjög skemmtileg hugmynd þar sem að krakkar úr Brekku og Grundó kynnast kannski ekki fyrr en í Fjölbrautaskóla og verða þar mjög náin. Þetta var svona helsta sem kom úr barnaþingi varðandi skólamál. Við erum einstaklega heppin með skólan okkar á Akranesi en við höfum aldrei sofna á verðinum í þróun okkar sem skólasamfélag og vera duglega að líta inn á við og vilja gera betur á öllum sviðum. Takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir þína framsöguræðu, Sigurður, og aftur frábæra punktar sem að þarna komið fram og sérstaklega vil ég minnast á hvað ég er ánægður með það hjá öllum sem að hafa talað hingað til hvað þið gleymið ekki því jákvæða. Það kemur alltaf fram en það er alltaf hægt að gera betur og margt sem að við getum bætt í því hvernig við hugsum til barna og ungmenna á vettvangi bæjarins og í stofnunum sem við erum að reka. Þannig að bara kærar þakkir fyrir þessar ábendingar. Við förum í 5. fundalið. Það er málsnúmer 2602-1600, íþrótta- og tómstundastarf og það er Gunnar Heimir Ragnarsson sem ætlar að halda framsöguræðu undir þessu fundalið. Gjörðu svo vel, Gunnar. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heit Gunnar Heimir Ragnarsson og erindi mitt snýst íþróttir og tómstundir. Akranes er íþróttasamfélag. Það snýst margt íþróttir og líf margra mótast af íþróttum og íþróttaiðkun. Það er eitthvað sem er bara í DNA-inu okkar skagamanna. Sömuleiðis erum við heilsueflandi samfélag og það er ákvörðun sem við sem samfélag ákveðum að gera. Sem íþrótta- og heilsueflandi samfélag þá þurfum við að huga að mörgum þáttum sem styrkir undir stóðir slíks samfélags. Það kom skýrt fram í niðurstöðum barnaþings að börn upplifa áhyggjur vegna kostnaðar fjölskyldna vegna íþróttaiðkunar. Það er dýrt að æfa íþróttir og hvað þá þegar börn og ungmenni stunda fleiri en eina íþróttagrein. Það gerir það að verkum að börn þurfa að velja sér eina grein oft mun fyrr en þau myndu vilja. 8, 9 og 10 ára börn að taka ákvörðun íþrótt sem þau ætla að stunda þar til þau verða vonandi orðin unglingar eða jafnvel fullorðin. Það er mikil ábyrgð lögð á litlar herðar. Vegna þess að börn upplifa skömm við það að byrja að æfa nýja íþróttagrein of seint. Vegna þess að þeim líður eins og þau séu ekki jafn góð og jafnaldrar sínir. Er hægt að leita leiða til þess að auðvelda fjölskyldum fyrir og gera börnum kleift að stunda íþróttir lengur og með fjölbreyttari hætti. Mögulega með auknum frístundastyrk eða auknu fjármagni inn í íþróttahreyfinguna til þess að lækka í æfingagjöld. Það er væntanlega markmið okkar allra að halda eins mörgum börnum í íþróttum eins lengi og við getum, eins vel og við getum. Það mun alltaf kosta peninga.
Fjölbreytt úrval íþrótta og tómstunda liggur kannski ekki í höndum kjörinna fulltrúa, en við getum mögulega búið til aðstæður sem ýta undir fjölbreytni og nýjungar. Börn og unglingar hafa áraðir kallað eftir á handbolta á Akranesi. Það voru settar af stað handboltaæfingar fyrir börn fyrir nokkrum árum og vakti sú nýbreytni mikla kátínu meðal barnanna hér. Það þurfti því miður að víkja þegar upp kom loftgæðavandi í íþróttahúsinu á Vesturgötu sem lagði stein í götu margra íþróttafélaga. En nú sá vandi úr sögunni. Mikil uppbygging og fjárfesting í íþróttamannvirkjum hefur gert aðstoðarmál eins og best verður ákostið. Það opnar kannski möguleika til þess að hefja samtalið aftur við áhugasama einstaklinga handbolta fyrir börn og ungmenni. Þannig getur Akranes búið til vettvanginn fyrir nýbreytni og fjölbreytt úrval íþrótta. Sömuleiðis getur góð aðstæðumál íþróttamannvirkja opnað möguleikann á því að vera með opna tíma í íþróttasal fyrir áhugasöm ungmenni. Það sem hægt að koma til þess að hreyfa sig og leika sér við góðar aðstæður. Síðasta sem mig langar til þess að snerta á ákall barna hita í Akraneshöllinni. Á síðasta ári réðist Fjarðabyggð í stóra framkvæmdir á Fjarðabyggðshöllinni, en hún svipar mjög til Akraneshallar. Hún gengur meira að segja við sama gæluna, frystikistan. Þær framkvæmdir sneru að því að einangra og vatnsþétta húsið. Leiðir sem þau segja að séu meira en helming ódýrari og 25–30% af þyngd hefðbundnari einangrun. Ég vil hvetja bæjaryfirvöld að skoða þá leið sem farin var fyrir austan og skoða hvort það sé eitthvað sem myndi henta okkur. Þó ég sé engin sérfræðingur, þá getur það ekki verið gott fyrir vaxandi vöðva og liði að æfa í miklum kulda, það mögulega 4–5 sinnum í viku. Höllin frábær viðverustaður, frábær æfingastaður og gerir okkur kleift að halda úti æfingum í nær hvað veðri sem er. En það kominn tími á að hita höllina. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Gunnar. Þarna erum við. Já, takk fyrir þessa fínu ræðu og hvatninguna til okkar varðandi höllina og Fjarðabyggðarhöllina sem nota bene samskonar hús og okkar, nákvæmlega eins hús. Sama teikning, sama byggingalag. Þannig að alveg rétt að það eitthvað sem við ættum að fylgjast vel með og horfa til. Síðasti fundaliður, málsnúmer 2602-1601, Ungmennasjóður Akraneskaupstaðar, og það hún Eva Júlíana Bjarnadóttir sem ætlar að halda framsöguræðu þennan fundalið. Gjörðu svo vel, Eva. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar,
bæjarstjóri og aðrir gestir. Ég heiti Eva Júlíana Bjarnadóttir og ég vil kynna fyrir ykkur tillögu ungmennaráðs að ungmennasjóði Akraneskaupstaðar. Markmið sjóðsins að styðja við frumkvæði ungs fólks hér á Akranesi svo við fáum raunverulegt tækifæri til að láta hugmyndir okkar verða veruleika og þróa hæfileikana okkar. Sjóðurinn myndi veita styrki til ýmsa verkefna, til dæmis iðkunar og einstaklingsíþróttum, samfélagslegra, menningarlegra og skapandi verkefna. Auk verkefna sem efla lýðræðisþátttöku, virkni, sjálfstæði og ábyrgð ungs fólks. Ungt fólk á Akranesi býr yfir hugmyndum, hæfileikum og metnaði, en oft vantar fjárhagslegan stuðning til að hrinda þeim í framkvæmd. Með ungmennasjóði skapast raunhæft tækifæri fyrir ungmenni til að þróa hæfileikana sína, hrinda verkefni í framkvæmd og taka virkan þátt í samfélaginu. Með þessu viljum við ekki einungis styðja við einstök verkefni, heldur einnig styrkja framtíð samfélagsins í heild. Sjóðurinn ætlaður einstaklingum á aldrinum 13 til 25 ára með lögheimili á Akranesi. Umsækjendur undir 18 ára aldri sækja í samráði við forráðamann. Þannig tryggjum við að bæði aðgengi og ábyrgð. Hægt verður að sækja styrki til fjölbreytta verkefna, til dæmis í menningu, listum, félagsstarfi, nýsköpun og samfélagsverkefnum. Einnig verður hægt að sækja styrki til afreks þróunarstarfs í einstaklingsíþróttum. Meðal annars vegna móta, æfingabúða, sérhæfðrar þjálfunar, ferðakostnaðar og nauðsynlegs búnaðar. Einnig þarf að huga að ungu fólki sem sækir líka æfingar til Reykjavíkur. Við leggjum til að umsóknarferlið verði rafrænt með stöðluðu eyðublaði og þegar sótt þarf að lýsa verkefninu vel og gera grein fyrir markmiði, áætlaðan ávinning, tímaramma, fjárhagsáætlun og upplýsingar umsækjanda. Best væri að auglýsa eftir umsóknum einu sinni til 2 ára ári til þess að tryggja að gagnsæi og ábyrgð muni styrk þegar svo skila stuttur í lokaskýrslu hvernig styrkurinn var nýttur og hvort markmið náðust. Til þess að úthlutun verði sanngjörn og styrkurinn nýtist vel þarf að okkar mati að stofna sérstaka úthlutunarnefnd sem metur umsókninar. Í nefndinni á að vera fólk sem hefur þekkingu á málefnum ungs fólks og getur metið umsóknina með tilliti til frumleika, þátttöku, ábyrgð ungmenna, gildi verkefnisins og samfélagslegum ávinningi. Eftir samþykkt umsóknar verða styrkinir greiddir út í einu lagi eða í áföngum. Sjóðurinn mun ekki styrkja almenna rekstrarkostnaðar til lengri tíma, laun umsækjanda nema sérstaklega sé tekið fram. Verkefni sem þegar eru lokið eða verkefni sem brjóta gegn lögum, gildum sveitarfélagsins eða jafnréttissjónarmiðlum. Þannig tryggjum við að fjármunir nýtist markvisst og ábyrgt. Þessar reglur myndu taka gildi við samþykkt bæjarstjórnar en svo þarf að endurskoða og meta árangur sjóðsins reglulega. Okkur finnst mikilvægt að ungmennaráð Akranes komi að útfærslu, þróun og endurmati sjóðsins og eigi sæti við borðið þegar mikilvægar ákvarðanir verða teknar sjóðinn í framtíðinni. En ég vil hrósa Akranesi fyrir að gefa okkur tækifæri til að tala á svona bæjarstjórnarfundi og það sem hlustað á okkur og okkar hugmyndir. Það gaman að sjá hvernig Akranes hefur brugðist við erindum okkar undanfarin ár. Til dæmis lengdan opnunartíma sundlaugar, ný líkamsræktarstöð, stærri sleðahóll og fleira. Við höldum að með stofnun ungmennasjóðs sé Akranes að senda skýr skilaboð. Við treystum ungu fólki, viljum styðja það og sjáum að ungt fólk tekur virkan og mikilvægan þátt í þróun samfélagsins. Við biðjum ykkur því að styðja þessa tillögu að gefa ungu fólki raunverulegt tækifæri til að taka þátt, hafa áhrif og skapa eitthvað sem skiptir máli. Og auðvitað vilja stunda íþróttir sem eru kannski ekki til á Akranesi. Og takk fyrir. Takk hérlega fyrir, Eva Júlíana, fyrir þessa tillögu sem að hér sett fram
og bara skýrt sett fram, vel rökstudd og verður náttúrulega bara eins og aðrir fundarliðir á þessu fundi fer þetta bara áfram inn í nefndir hjá bænum og verður tekið til alvöru meðferðar og afgreiðslu. Ég ætla bara aðeins áður en að ég gef orði laust að renna yfir það sem við erum búin að fara yfir hérna. Ég vil byrja á því að segja takk sömuleiðis. Hún Eydís Glóð kom hérna upp og þakkaði okkur, bæjarfulltrúum og mér fyrir samstarfið. Þetta sem sagt allir bæjarfulltrúar unga fólksins sem hér sitja eru hér í annað sinn og þetta var frábært í fyrra og enn betra núna. Þannig að ég segi bara takk sömuleiðis fyrir samstarfið. Eydís Glóð talaði félagsmiðstöðina og mikilvægi þess að félagsmiðstöðin fái aukinn fjárstuðning frá Akraneskaupstað og benti á það að það meðal annars að það ýmislegt sem að félagsmiðstöðin á og að nota sem orðið gamalt og lúið og kominn tími til þess að taka til hendinni og auðvitað kostar það peninga. Sandra Björk kom með frábærar punkta varðandi bæjarhátíðirnar okkar og í rauninni skort á dagskrá og skort á plássi fyrir ungmennin okkar sem bara hluti sem mér finnst að við þurfum að taka mjög alvarlega og okkur hefur alveg verið bent á þetta og þetta hefur verið svona til umræðu en einhvern veginn ekki tekist að taka þetta lengra eða gera almennilega eitthvað úr því. Þannig að bara frábærar ábendingar og mjög brýnt að við förum yfir þetta. Mig langar sérstaklega að stoppa við erindi hennar Arndísar Elvu, aðalega vegna þess að ég er búinn að vera svolítið að lesa sjálfur greinar og fleira varðandi þróun almannarýma í bæjum og borgum, bæði á Íslandi og bara út allan heim og hvernig almannarýmin einhvern veginn að þróast í þá átt að það ekki gert ráð fyrir ungmennum. Eins og bara kom fram, það gert ráð fyrir börnum og það gert ráð fyrir fullorðnum en það einhvern veginn ekki gert ráð fyrir unglingum og ungmennum. Og á sama tíma og við höfum áhyggjur af því að geðheilsu ungs fólks fari hrakandi, að ungt fólk leiti alltaf meira og meira í skjáinn og samskipti á netinu og samfélagsmiðla. En á sama tíma þá erum við að byggja upp bæina okkar og byggja upp borgirnar okkar án þess að gera ráð fyrir plássi fyrir þetta fólk. Og ég hvet ykkur bara til þess að googla til dæmis hluti eins og loss of public spaces for teens. Og það alls konar greinar þetta, eða teens in public spaces, eitthvað, það bara til margt þetta. Meðal annars las ég grein daginn þar sem var verið að tala það að víða heim að þá eru verslanir farnar að setja aðgangstakmarkanir inn í búðirnar. Að fólk undir 18 ára má ekki koma inn nema í fylgd með fullorðnum. Má ekki labba inn í Target og kaupa sér kók eða eitthvað. Þetta galin þróun og við verðum að taka þetta alvarlega. Við erum að skipuleggja bæinn okkar, við erum að þróa uppbyggingu hans og við verðum að huga að því að í almannarýmunum sé pláss fyrir unglinga, fyrir ungmenni. Að við ýtum þeim ekki einhvern veginn út úr samfélaginu vegna þess að þá fara þau hvert. Þá fara þau á þessu staði þar sem við óttumst heilsu þeirra. Þannig að bara
takk kærlega fyrir að taka þetta upp, Ardís. Bara ég var ótrúlega ánægður að heyra þitt erindi og hvernig þú fórst yfir það, hvernig unglingar upplifa að þeir falla á milli kerfa, það ekki til rými fyrir þau, það ekki gert ráð fyrir þeim. Þetta má ekki þróast svona. Þetta verðum við að laga og vera vakandi yfir. Sigurður fór yfir skólamálin og svona viðhorf og skoðanir unglinga varðandi ýmislegt sem að snýra að skólunum. Skólarnir okkar eru náttúrulega búnir að vera í uppbyggingu, þannig að það er báðir og það er margt búið að batna og lagast. En alltaf er hægt að gera betur og góðar ábendingar það sem að komið fram í erindi Sigurðar. Erindi Gunnars íþróttir og tómstundir var frábært. Það er til dæmis þessa tilhneigingu eða þessa pressu sem kemur á krakka að þurfa að velja sér íþrótt, eina íþrótt, í raun og veru allt of snemma. Að einhvern veginn vanti tækifæri til þess að geta haldið áfram að vera í mörgu og prófa ýmislegt þangað til að maður finnur sína hillu. Ótrúlega bara góð pæling og eitthvað sem við þurfum svolítið að hafa í huga. Og svo tillagan hennar Evu Júlíunu ungmennasjóð Akranskaupstaðar sem var bara skýrt borin fram, frábærlega rökstudd og að mínu mati bara ótrúlega flott hugmynd, bara frábær hugmynd. Og ég vona svo sannarlega að við getum unnið með hana og gert ungmennasjóð Akranskaupstaðar að veruleika. Kærar þakkir fyrir ykkar erindi og hér með ætla ég að gefa orðið laust. Það er, wow! Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, fara á þig, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu ungu bæjarfulltrúar og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Mér langar að þakka ykkur fyrir hugrekkið, koma hér og standa og koma ykkar skoðum á framfæri. Það krefst hugrekkis, takk fyrir það. Og bara fyrir skýrar framsögur og góðar brýningar til okkar. Með þessu látið þið rödd ykkar heyrast og svo það okkar að taka það áfram og vinna með það. Mér langar líka hrósa ykkur fyrir það að ég tók eftir því að þið voruð öll duglega að hrósa því sem vel gert, sem nefnilega alveg fullt. En auðvitað viljum við öll gera betur. Ég held að við eigum það öll sameiginlegt. Svo mér líka gaman að sjá að það voru ekki bara vandamál eða eins og við viljum oft kalla áskoranir. Það voru nefnilega oftar en ekki bara lausnir og ansi góða lausnir sem fylgdu með þessum áskorunum sem mjög jákvætt og held ég bara orðin líka aðeins skortur á bara í almennri umræðu að fólk bendi á það sem kannski betur mætti fara og komi svo með tillögu og lausn. Þannig að ég kann vel að meta það. Ég veit að það eru margir hér sem vilja tjá sig, þannig ég ætla bara að koma svo sem með svona stuttapunkt og ekki taka alveg allt fyrir. Mér fannst bara gott að sjá, það var alveg greinilegt að það ánægja með félagsmiðstöðin okkar og við erum líka mjög stolt af henni. Það vilji til þess að hafa hana meira opna. Það í fleiri en einu erindi talaði mikilvægt þess að það sé einhver staður þar sem fólk finna það í heima og getur komið saman. Nefnt til dæmis svo áskorun að við séum ekki eins og staðan í dag með opnun yfir sumartíman og mér skilst að bara heildaropnun félagsmiðstöðarinnar hafi ekki breyst mikið undanfarið. Og mér finnst þetta alveg áhugavert og tengingin þarna líka eins og við Írska daga sem reyndar fór líka yfir á milli í erindi 2, þar sem var bara verið að tala almennt dagskrá Írska daga. Mér fannst áhugavert að koma á einhverju svona tengingu. Þar náttúrulega erum við bara búin að vera með þessa hátíð okkar, fjölskylduhátíðin Írska daga í gaggerri, fórum í gaggerri endurskoðun á henni og naflaskoðun fyrir 2 árum, þar sem við tókum svona, þar á markmið að setja mikinn fókus á að gera hann aftur á fjölskylduhátíð. Og það getur vel verið að í öllu því
hafari, ég hafi svolítið glemst þetta akkurat sem þið eruð að benda á. Og mér finnst bara mikilvægt að við tökum það aftur upp á borðið og vinnum það þá í góðu samstarfi við félagsmiðstöðin okkar. Svo var það var talað samandi við frítíma og félagsmál sem var aftur svolítið þetta með aðstöðuna. Gott að það kom líka fram að við erum einmitt búin að auka opnunartímann í sundlauginni, þannig að nú er þetta að vera í sundi til 10 á kvöldin og nú er verið að taka Jaðarsbakkasvæðið, taka skipulagið þar. Við erum með það vinnu í gangi og þá þarf að horfa til þess sem þeir nefni með aðstöðin í lauginni. Við erum með svæðið fyrir Litlubautin hér og þar og það er svolítið þetta, hvar síðan ungmennin okkar, hvernig þau vilja sjá laugina og það er mikilvægt að þau komi að þeirri vinnu og það hefur verið lögð áhersla á það að ungmennaráð taki fyrir verði sé þarna í hóp þeirra sem að fara yfir þau gögn sem er mjög mikilvægt. Í sambandi við nemendaaðstöðuna í erindunum skólamál, ég held að þessi nýja glæsilega aðstæða í Brekkubæjarskóla hafi nú aldeilis verið mikil lyftistöng og það er mjög mikilvægt í skólanum okkar að það sé staður, bara eins og með félagsmiðstöðina, það sem okkur líður vel og langar til að vera. Og þá erum við líka á sama tíma að stuðla meiri samvinnu og bara svona, fólk kemur saman, þá er gaman. Þannig að ég finnst það mjög gott og þetta með að byrja skólan seinna. Við erum auðvitað búin að sjá þetta, við erum búin að sjá önnur sveitarfélög prófa þetta og það er greinilega mikil samstaða í ykkar hóp þetta. Og ég finnst þetta bara eitthvað sem við eigum að taka áfram, bara alveg algjörlega. Hvers vegna ekki hér þó það veri ekki nema bara sem eitthvað tilraunaverkefni. En eins og forseti kom inn á, ég meina nú fara þessi mál bara í sinn farveg, rétta farveg og við tökum bara formlega afstöðu til þeirra sem ég held að sé mjög mikilvægt og til þess er leikurinn gerður. Í sambandi við erindi íþrótt og tómstundir mjög áhugavert. Mér finnst það mikið áhyggjuefni að það sé bara í umræðu ykkar á milli komnar upp þessar áhyggjur. Við heyrum þetta, það er verið að tala um þetta á þinginu núna. Það er bara, þið hafið áhyggjur af því að fjölskyldan þurfi að fara í mikil fjárútlát við að æfa íþróttir og þetta líka með það að 8 ára barn getur eiginlega ekki verið að æfa 2 íþróttir og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða og er verið að skoða víðar og við höfum ekki tekið frístundastyrkinn og sett hann, við höfum ekki hækkað mikið, það verður bara að segjast eins og en hann hefur þó tekið núna hækkun eftir vísitölu og þetta er líka sem við erum alltaf með á bakveira því að þetta er líka verður til þess að börn einmitt þurfa að ákveða sig fyrir. Og þá kannski líka er flóknara að láta margar íþróttagreinar blómstra í einu og þar var einmitt í sama erindi talað um handbolta sem að þurfti að víkja því miður því það var komin svona ákveðin meðbyr með handbolta sem átti að vera niður á Vesturgötu. En nýja íþróttahúsið okkar er svo sannarlega í stakk búið til að taka á móti handbolta. En það er bara spurning, það þarf kannski svolítið að fá að þróast og svo heyrum við hvað þið segið með hitann á höllinni. Það var alveg skýrt. Kannski bara rétt að lokum, mér fannst skemmtileg hugmynd ungmennasjóðinn. Núna erum við nýbúin að úthluta úr menningarsjóði þar sem að verkefnum sem sækja þar fjölgar á hverju einasta ári og þetta þannig við sjáum alveg að það er mikil gróska. Það eru margir sem vilja koma með nýja viðburði og eru með nýjar hugmyndir og vilja gera alls konar en þetta væri líka svo skemmtilegt að eyrnamerkja bara á unga fólkið okkar og gætum byrjað þetta smátt og látið þetta svo aðeins þróast, séð hvers konar umsóknir og hvað upphæðir að koma inn. Þannig að mér finnst þetta skemmtilegt, ég hlakka til að taka þetta áfram. Þannig að eins og ég segi áður, þetta fer allt núna í réttan farveg, í viðeigandi ráðanefndir og ég hlakka til að fylgja þessum málum eftir og þakka ykkur aftur fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Lífars á Skarðstað, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ungu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða, gestir í sal, skemmtileg tilbreyting. Ég ætla nú bara að byrja því að hrósa ykkur. Þetta er bara, nafna mín hefur nú stundum sagt að þetta sé skemmtilegastu fundur ársins og ég er svo sannarlega sammála því. Og sérstaklega skemmtilegt eftir fundin í fyrra, þar sem að við sjáum núna að við erum búin að uppfylla ansi mikið af því sem að þið komið þar inn á, eins og með líkamsræktina, aukin opnunartíma og allt þetta.
og það eitthvað svo dýrmætt við að fá ykkar sjónarhorn og fá ykkar sýn á hvernig þið sjáu bæinn. Mér fannst rosalega skemmtilegt að sjá hvað þið voru jákvæð og duglega að benda á því jákvæða. Og ef einhver eldri borgari út að hlusta þá mætti hann bara taka það til fyrirmyndar. Nei, við erum ekki nógu duglega við að hrósa unga fólkinu okkar, alls ekki. Og það svo mikill mannauður og ég bara hlakka til að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Svona svo ég segi smá að ég byrjaði minn pólitíska feril í nemendaráðum og öllu þessu í grunnskóla. Var þar í nemendaráði öll unglingaárin, fór svo í ræðukeppnir og spurningakeppnir og allt þetta. Þetta gríðarlega gott veganesti að æfa sig að standa svona upp, tala fyrir framan fullt af fólki og vera svona skýr og málefnaleg eins og þið eruð. Þetta bara, mér langar rosalega mikið til að klappa. Ég gera það eftir þegar útsendingu er lokið. Ég ætla ekki að fara yfir öll erindin því þau voru öll frábær og ég gæti staðið í mjög langan tíma og ég ætla ekki að gera ykkur það að var það ekki fyrir 3 árum síðan eða 4 árum, 3 árum síðan þar sem að greið ungmennin þurfti að sitja hér í mjög langan tíma þar sem að við bæjarfulltrúarnir fórum yfir hvert einasta erindi og þau voru aðframkomin á hungri. Það var alveg ekki gott. En þetta voru allt frábær erindi, hvert öðru betra. Ég hlakka ofboðslega mikið til sem meðlimur í skóla- og frístundaráði að fá að taka inn þessi mál þar og þetta allt þannig erindi að ég sé pláss fyrir þau öll. Mér langar sérstaklega með brýninguna Sigurðar, bæjarfulltrúa Sigurðar Brynjarssonar. Þetta var rosalega góð brýning því þetta svo alveg rétt, við megum aldrei sofna verðum. Við þurfum alltaf að vera að gera betur. Og þegar við erum komin á þann stað að við höldum að við séum að gera nóg, þá þurfum við eitthvað aðeins að hugsa okkur um. Við þurfum alltaf að vera að gera betur, í öllu sem við gerum. Sama hvort það í námi, starfi, okkar persónulega lífi, öllu. Alltaf að vera að hugsa um að gera betur. Við getum alltaf lært eitthvað meira og geta gert eitthvað betur. Svo kom Gunnar Heimir inn á bæjarfulltrúi Gunnar Heimir. Inn á frístundastyrkinn, hann var á Lár. Þar erum við hjartanlega sammála. Og þetta ekki náttúrulega gott að börn séu þurfa að velja og hafna hvað þau vilja æfa. Ég bara man eftir því sjálf þegar ég var krakki. Ég hafði áhuga á öllu. Mér langaði að gera þetta, mér langaði að gera hitt. En það bara ekkert allir sem hafa tækifæri á því. Og svo þetta náttúrulega líka orðnar mjög margar æfingar. En ég tók sérstaklega eftir því sem hún sagði varðandi þetta að börn vil ekki byrja of seint. Og það hef ég séð bara á mínum börnum. Að það þessi skortur og kjarki að byrja of seint að æfa einhverja íþrótt. Því að halda að þau séu ekki nógu góð og séu þá aftar en jafnaldrar. Og það náttúrulega bara eitthvað sem við þurfum að vinna með. Svo langar mig að varðandi hugmyndina sem að hún bæjarfulltrúi Eva Júlíana kom með hér. Þetta að öllum hinum hugmyndurum ólöstuðum að þá var þetta bara eitthvað svona æði, geggjuð hugmynd, æðisleg hugmynd. Og þetta bara eitthvað sem að ég sé fyrir mér að við ættum bara að drífa í, bæði sem bara bæjarfélag, sem samfélagssjóð, bara bær, ekki bara sem bærin getur gert, heldur bara hvað getur við sem samfélag gert. Þannig að mér finnst þetta rosalega flott hugmynd og bara hrós í hattinn. Og já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég ætla bara enn og aftur. Takk fyrir brýninguna, takk fyrir jákvæðina og takk fyrir góðar hugmyndir. Gangi ykkur vel. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Ósk Skagstað og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti
ungu bæjarfulltrúar og eldri bæjarfulltrúar. Bara frábær dagur, frábær fundur að baki, það er svo ótrúlega ánægjulegt að vera viðstödd á svona fundi 3. árið í röð og hlusta á ungt fólk tala fyrir heilu árgangana, bara sem málsvari þeirra, koma með hugmyndir og vilja vera virkir þáttakendur í okkar samfélagi. Þetta er ótrúlega mikið hugrekki að setja saman svona vel ígrundaðar samræður sem á barnaþingi, koma með það í erindi og bara gera þetta af mikill ábyrgð og með miklu metnaði, bara frábært. Ég sammála þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa talað að þetta eru bara frábær erindi, góðar brýningar til okkar. Þið eruð með, það er svona ákall það að þið viljið bara fá pláss til að bara vera og tilheyra, pláss til að hittast, til að æfa ykkur, til þess að bara skapa og gera frábæra hluti og og þetta er bara, ég verð bara pínu gapandi yfir því hvað bara börn og ungmenni eru eitthvað svo ótrúlega skýr og hnitmiðuð og bara, þetta er frábært fólk. Það er bara búið að búa til hér og eftir þetta barnaþing dagskrá fyrir börn og ungmenni á Írskundögum og ég bara hvet okkur hér og þá sem að koma til með að skipuleggja þann viðburð að bara kalla til ungmennaráð og þá aðila sem að til að bara hjálpa sér við skipulagningu af þessum. Þetta er bara tilbúið í raun og veru. Það þarf ekkert að tala meir það í raun og veru. Það er félagsmiðstöðin, það er þessi ungmennadagskrá, fjölbreytni í íþróttum. Við erum alltaf með ótrúlegt magn af íþróttum í boði, en nýbreytni er líka bara frábær. Frístundastyrkurinn, við höfum bara talað mjög lengi fyrir því að þessi frístundastyrkur hefur ekki verið tekin upp lengi, nema bara vísitöluhækkun og þetta er, við erum öll að starfa undir ákveðnum bara ramma með fjárhag og en stundum þarf bara að forgangsraða og við vitum það öll að forvarnagildi íþrótta er gríðarlega mikið og getur bara sparað samfélagi ótrúlega mikla peninga seinna meir ef við fjárfestum vel þarna. Sundlaugasvæðið, bæjarfulltrúi Líf Lárusson kom inn á það að það er bara mikilvægt og það eru bara munu allir hagaðilar að vera kallaðir af borði þegar að kemur að þeirri vinnu og ungmennasjóður, þetta er stórkostleg hugmynd og þetta er bara ótrúlega fullorðins að hlusta á svona erindi, þetta er bara svona eins og væri bara einhver viðskiptafræðingur búinn að búa til bara frábært. Þess að segja, það bara verður frábært að fá þessi erindi inn í skóla- og frístundaráð. Ég hlakka bara mikið til að tala meira þessi erindi og það er mikilvægt að halda ykkur áfram með í samtalinu og samstarfinu þegar að kemur að þessum hlutum. Það endar ekki bara hér eftir þennan fund. Ég tel að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að muna það og halda því til að. Bara takk aftur fyrir fundinn. Ég vona að þið hafi líka notið þess að hlusta á íslenska dægurflugur sungnar í næsta sal eins og ég gerði. Og bara frábært að vera með ykkur. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Gjörðu svo vel.
forseti, ungir og gamlir bæjarfulltrúar. Ég tek alveg undir sem búið að koma hérna fram. Að þetta eiginlega skemmtilegasti fundurinn okkar í bæjarstjórn, það bara þannig. Og einhvern veginn að fylgjast með ykkur, ég stóð með því alltaf að vera að byrja að fara að klappa þegar endur vorum búin, en ég tek undir sem að bæjarfulltrúar Líf var svo kom inn og við klöppum hérna eftir. Það tíðkast ekki alveg að klappa á bæjarstjórnarfundum, kannski eitthvað sem við getum endurskoðað. En þetta alveg eins og búið að koma inn á að það alveg hugrekki að standa hérna upp í pontu og flytja eins flotta ræður og þau fluttu núna, mjög málefnalegar, alltaf góð brýning fyrir okkur og tala nú ekki það jákvæða sem að þið voru að nefna, sem alveg dásamlegt. Af því að auðvitað viljum við að það sé hlust á ykkur, við viljum akta á það sem að þið eru að brýna fyrir okkur og ég vona að þið sjáu það að við erum að reyna okkar besta í þessu. Mér langaði svona aðeins að stikla á nokkrum atriðum sem að komi til umræði hér áðan. Mér síður endurtaka margt sem búin þegar koma fram af því að við munum alltaf senda öll þessi mál áfram inn í fagráðin hjá okkur til umfjöllunar. En eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á áðan varðandi írska daga að við erum búin að taka það hátíð svolítið vel í endurskoðun eða bara naflaskoðun. Vissum að það komi gríðarleg þörf á því, þetta fjölskyldu hátíð, þetta bæjarhátíð okkar skagamanna og náttúrulega frábært hvað margir sækjana líka utan skagans. En þetta náttúrulega aldurshópur sem má ekki gleymast. Það bara algjörlega þannig. Og þið eru bara með lausnirnar hérna á borðinu fyrir okkur að vinna af og við þurfum bara að tryggja það að þær fái hljómgrunn og við fylgjum eftir. Þannig ég sé alveg fullt að tækifæri fyrir því að ungmennaráð geti stigið svolítið vel inn í þessa skipulagningu með okkur. Þessi tvö erindi í byrjun tengjast kannski þessum málefni mjög vel. Síðan var farið hérna yfir sundlegarsvæði mjög vel. Það skortir ekki vilja hérna hjá bæjarstjórn í að fara umbætur á sundlegarsvæðinu hjá okkur. Skortir hins vegar kannski bara smá pening, en það skortir bara alls ekki vilja. Og þegar við förum náttúrulega af stað í þetta umfangsmikla verkefni þá þið mjög sterkur hagsmunahópur með okkur inn í það. Þannig að en við erum að sjá mjög mikla þróun á Jarðsbakkasvæðinu og það bara sundlegin sem stendur eftir hjá okkur. Kannski áfram með Jarðsbakkana þá líka tala höllina og við höfum, því ég sit nú í skóla- og frístundaráði og við höfum verið að fylgjast með þessari uppbyggingu hjá Fjarðabyggð, varðandi höllina þar. Og við erum svona að sjá hvernig það mun koma út líka. Við erum síðan með á dagskrá 2028 við fjármagn í að fara í umbætur á höllinni. Og það eitthvað sem við þurfum að vinna náttúrulega bara mjög vel með fótboltanum líka þegar við förum í það. Þannig að við þurfum að útrýma þessum frystiklefa. Það alveg sammála Ég tek síðan undir Sigurður talaði líka aðstæður í skólanum. Mjög slæmt ef við erum með nemendur í vondu skapi. En þetta eitthvað sem við þurfum að horfa til og búa að ráðast í umfangsmiklar umbætur í báðum skólanum hjá okkur og oft má gott gera betur. Ég hef einnig kannski oft talað fyrir því sjálf að við erum rosa góð í að brúa bili oft milli leik og grunnskóla þegar krakkar að fara upp í grunnskóla og leikskóla, en okkur skortir kannski milli grunnskóla og framhaldsskóla. Og nú á ég stelpu í 10. bekk, hún að taka núna framhaldsskóla áfanga sem að hjálpa til að undirbúa sig fyrir komandi breytta tíma og þetta klárlega eitthvað sem við ættum að horfa til mun meira. Ég veit líka að við ætlum að vera að bjóða upp á ensku áfanga núna. En þetta eitthvað sem ættum kannski reyna að ýta meira áfram til þess að brúa bili. Þetta mikið stökk fyrir nemendur sem að fara úr aðeins kannski verndara umhverfi eins og grunnskólanir eru í rosa mikla ábyrgð og sjá algjörlega námið sitt sjálf og svo framvegis. Þannig ég held að þarna séu líka tækifæri til þess að vinna áfram með ungmennaráði í að skoða hvernig við getum aðeins haldið utan þetta. Annað sem ég langaði kannski að tala það seinasta erindi hjá Evu Júlíönu þennan sjóð. Mér finnst þetta mjög spennandi verkefni og ég held að þetta sé eitthvað til þess að efla algjörlega þennan aldurshóp hjá okkur, bæði í bara menningu og skapandi greinum og hvað eina til þess að fá meiri þátttöku af þeirra hendi. Þannig að
þið eru bara með þetta alveg upp á 10, hvernig þetta á að vera. Þannig alls konar sem þarf kannski að rýna í, en þetta held ég stórt stökk fyrir okkur í að ná kannski meiri þáttöku þessa hóps til samfélagsins. En öðru leyti bara risa hrós til ykkar, þið eru mögnuð, þetta skemmtilegustu fundirnir. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti og allir bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég ætla að gera eins og aðrir bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja bara að þakka fyrir þetta tækifæri og mig langar að hæla ykkur unga fólkinu, hæli hinum aldrei, en sko í mínum huga er þetta rosalega mikið afrek að fara hér upp og tala og litli Einar sem var einu sinni þó hann hafi nú verið alltaf stór, hann hefði aldrei haft hugrekki til þess að koma hér upp og tala. En gamli Einar hefði gjarnan viljað að litli Einar hefði fengið þessa þjálfun sem þið hafi fengið. En erindi voru mjög flott, ég ætla ekki að fara inn í neina af þeim, þannig lagað að búa að ávarpa þau, en ég ætla að hrósa aftur fyrir hvað þið eruð vel skipulögð. Þetta eru hnitmiðuð erindi og ég held að ég sé ekki að ljúga, þetta sé 14. fundurinn sem að ég hef mætt á bæjarstjórn unga fólksins. Ég held ég hafi verið forfallari í fyrra og svo einu sinni áður. Og erindin finnst mér hafa batnað að því leytinu að þau eru hnitmiðuð ákveðin atriði, en ég er ekki með því að segja þetta að gera neitt lítið úr þeim sem hafa komið hér áður. Þetta hefur verið yfir höfuð flottir einstaklingar sem hafa komið hér og talað. Það er tvennt sem ég ætla að skilja eftir. Ég ætla ekki inn í erindin, en fyrra atriði sem ég ætla að nefna leysi kannski töluvert af því sem að þið hafi komið inn á. Þessi bæjarstjórn og fyrri bæjarstjórn hafa haft á dagskrá sinni að reisa samfélagsmiðstöð þar sem að gert er ráð fyrir því að þorpið farið þar inn, og ég held að sú aðstaða sem að verði til þar gefi mjög mikla möguleika og leysi margt af því sem hefur verið komið hér inn á, og ég ætla að skora á ykkur að þrýsta á þá sem munu sitja hér í bæjarstjórn. Það eru kosningar framundan og þá hugsanlega kemur hér nýtt fólk, og ég bara skora á ykkur að halda þrýstingi á það að þið fái þetta húsnæði sem þið eigi fyllilega skilið. Hitt sem ég ætla að skilja eftir hjá ykkur, það hefur verið talað skólatíma, að mæta aðeins seinna í skólan, og það eru ykkar óskir og ekkert að því að skoða það og fara yfir. En hitt er að ég sit í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem koma inn ýmis erindi, og eitt af þeim nýrri sem er málefni sem örugglega verður rætt á
þingi sambandsins á Akureyri í haust og mér finnst svona, ég hefði gjarnan vilja vera, geta komið þessu inn á barnaþingið, en fullorðna fólkið, það með hugmyndir það að stytta sumarfríið, þar með lengja skólaárið og það væri mjög gaman ef að þið mynduð taka það upp og ræða. Ég veit að þetta gerist ekki 2 og 3 en eins og ég segi, bæjar og sveitarstjórnarfulltrúar á öllu landinu munu sennilega koma, ekkert sennilega, þeir koma saman á Akureyri og það eru mikla líkur á að þetta verði málefni sem verði rætt þar. Þannig að ef þið hafið einhverja skoðun á því, að þá endilega spjallið það ykkar á milli og látið þá í ykkur heyra og þegar þessi umræða fer í gang. En öðru leyti, takk kærlega. Ég held að við getum sagt að framtíðin er björt með það sem við höfum heyrt hér. En öðru leyti þá bara þakka ég kærlega fyrir það tækifæri sem ég hef hér að ræða við ykkur. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Mér finnst nauðsynlegt að bæta við að eins og allavega ef ég skil það rétt varðandi þessa hugmynd sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson ræddi og í umræðu meðan sveitarstjórnarfólks snýst í stuttu máli þetta, stytta sumarfríið, lengja skólaárið. Það snýst samt ekki að fjölga skóladögum, heldur að lengja skólaárið og fjölga þá frídögum sem að koma inn á skólaárinu. En fjöldi skóladaga verði áfram svo sami. Þannig að vildi bara svona taka það fram. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, forseti og gestur í sal og aðrir sem áhlýða. Ég langar bara að byrja á því að segja eins og aðrir bæjarfulltrúar, bara þakka ykkur fyrir frábær erindi. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson stendur alltaf undir nafni, það skiptir engu máli hvort því þessi bæjarstjórnarfundur er annar, hann varpar sprengjum. En ég er nokkuð viss að þið þurfið allavega ekki að ágjöra þessu. Ég held að þetta sé mál sem á eftir að ræða í langan tíma og út frá mörgum hliðum. Það er búið að fara yfir mikið af erindunum og þetta er allt bara glæsileg erindi. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúi Einar Brandsssyni að þetta er einstaklega hnitmið. Það er engar málalengingar, heldur bara beint í málið og vel sett fram. Bara takk fyrir það. Mér langar samt að koma inn á nokkra punkta. Eydís glóð. Ég tek undir að margar af mínum bestu minningum úr grunnskóla einmitt frá Arnardal. Þá reyndar stóð Arnardal vera kirkjubraut, en ég held að andinn hafi verið fluttur yfir. Og þetta er bara frábær staður og þau standa sig gríðarlega vel, starfsmenn Arnardals í hringrásarhagkerfinu. Þau eru mjög duglegir að sækja gömul húsgögn og gjörnýta þau. Og við þurfum að setja meiri fjármagn inn í búnað og annað þarna. Því þarna er mikið af börnum sem fara í gegn, bæði í gegnum Arnardal og eins líka bara frístund og annað sem er þarna fyrir daginn. Sandra Björk, mjög góðir punktur bæjarhaldinu. Ég held eins og hefur verið komið inn á þá fórum við í vinnu við Írska daga og þetta er vinna sem á einhvern veginn bara alltaf að taka upp aftur og aftur. Þetta er vinna sem þarf að vera lifandi og það er bara mjög mikilvægt að fá og mjög gott að fá inn svona punkta. Og það er mjög margt í þessu þínu erindi sem er bara á að vera tiltölulega auðvelt að hrinda í framkvæmd. Svo er það Gunnar Heimir.
Forseti kom inn á þann að þarna húsin væru eins. Þetta raun og já, þetta bara sama húsið. Annað á Akranes og hitt á Reyðarfirði. Ég held að eini munurinn sé raun og þegar húsin voru byggð að gaflarnir voru klæddir fyrir austan. Við erum búin að vera að fylgjast með, þetta vinna sem búin að vera í gangi töluverðan tíma fyrir austan, hófst á síðasta kjörtímabili þar sem var verið að skoða þessa framkvæmd sem þeir fóru í núna og svo hins vegar eileiningar. Þetta framkvæmd sem töluvert hagkvæmari en aðrar lausnir og heppnaðist vel hér. Ég held reyndar að ansi stór hluti bæjarbúa hafi fengið frítt bón á bílinn sinn af því að þeir lentu í einhverju roki hérna og fauku þeir allan bæinn. En það bara plús. En það líka verður mjög áhugavert að sjá hvernig þetta kemur út. Þetta allan kom mjög vel út í vetur og við þurfum að gera eitthvað þessu eins og bæjarfulltrúi Sædís Alexía kom inn á áðan að þá fjármagn í framkvæmd að við þurfum að fara í þakviðgerðir á húsinu og þá náttúrulega vilji til þess einangra og það gert ráð fyrir því í nýja íþróttahúsinu að þess tekið út affallsvatn til þess að hita höllina. Þannig að bara góður punktur. Mér finnst líka bara mjög góður punktur hjá Gunnar Heimi þar sem hann segir fjölbreytt úrval íþrótta og tómstundar liggur kannski ekki í höndum kjörinna fulltrúa en við getum mögulega búið til aðstæður sem ýta undir fjölbreytni og nýjungar. Það einmitt okkar hlutverk. Það okkar hlutverk að skapa möguleikann, skapa tækifærin. Og ég held eins og bara í nýja húsinu, af því það var líka komið inn á handbolta hérna, nýja húsið til dæmis, það löglegur handboltavöllur, jafnstundir í húsinu. Húsið nógu stórt til þess. Þannig að það okkar að skapa þessi tækifæri, svo það félagana og einstaklinga að grípa þau. Og við búum mjög vel hérna á Akranesi þegar það kemur að íþróttum. Það gríðarlegur mannauður hérna innan íþróttarhreyfinganna og félagana. Ég held að séu 19 aðildarfélög innan IA. 22 greinar. 22 greinar. Og þannig það miklu að velja, en við viljum sjá meira. Það var gríðarlega gaman þegar handboltinn kom upp og samaskapi leiðilegt þegar hann þurfti að víkja út af framkvæmdum, en bara vonandi kemur handbolti aftur og fleiri íþróttir. Ég alveg búin að vera fastur núna yfir alls konar skrýtnum íþróttum á vetraólympíuleikunum en þetta allt ótrúlega spennandi. Þannig að ég hvet ykkur bara líka ef að þið eru með einhverjar hugmyndir að koma bara að borðinu. Við erum alltaf tilbúin til að hlusta og gera allt sem við getum. Það gríðarlega jákvætt finnst mér líka að finna og heyra meðbyri með þeim framkvæmdum sem við farið í síðustu ár og sér í lagi gaman að heyra hvað nemendaðastaðan í Brekkubæjarskóla að koma vel út og þetta miðpunkturinn, þetta á að vera miðpunkturinn, aðstaða fyrir nemendur sem koma saman á einmitt að vera miðpunkturinn og ég held líka bara við þurfum að vera duglegir líka þegar við erum að fara á stað í svona framkvæmdur annað að taka samtalið við notendur, við krakkana sem eru. Ég held að við höfum gert til dæmis bara mjög vel þegar við fórum í nýja íþróttahúsið þar sem nemendur og starfsmenn og annað komu bara mjög mikið að. Sér í lagi þegar við vorum að spá í svona flæðin húsið og ég held að við töpum allan aldrei á þessu samtali. En það var svo ekki fleiri punktar á mér, búið að fara vel yfir aðri bæjarfulltrúar, aðra punkt, en ég vil bara enn og aftur þakka ykkur fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það var orðið laust núna. Svo ekki. Þannig að það verður ekki eins og bæjarfulltrúi Lífása kom inn á áðan að við tölum klukkutíma og lengi og pítsunar orðnar kaldar á eftir. Þá bara ljúkum við umræðum. Ég ætla aðeins að fara yfir þetta svona að lokum. Öll málin á þessu fundi hafa málsnúmer í málakerfi Akraneskaupstaðar. Fara sjálfkrafa héðan af þessum fundi inn á fund skóla- og frístundaráðs.
og verða tekin fyrir þar og það svo skóla- og frístundaráð sem að þá afgreiðir þau þar og dreifir þeim áfram. Ég gerir ráð fyrir því að til dæmis tillaga ungmennasjóð Akraneskaupstaðar komi á endanum til kasta bæjarráðs. Ég myndi telja að erindið hennar Arndísar Elvu ætti erindi meðal annars við skipulags- og umhverfisráð vegna þess að þar erum við að fjalla bara rými fyrir unglinga í almannarýmum bæjarins og við ég ætla svona bara að brýna okkur öll til þess að taka það með okkur til dæmis út af þessu fundi að í skipulagsmálum þegar við erum að skipuleggja það hvernig við byggjum upp bæinn okkar, hvernig við bara byggjum upp göturými og torg og opin svæði og skipuleggjum bara ný hverfi í bænum okkar að þá tökum við ungmennaráð með inn í þá vinnu. Af því að ég held að sé bara ótrúlega mikilvægt að við fáum alltaf þá rýni á allar breytingar og allar nýjar skipulags ákvarðanir, að við fáum þá rýni á þau, erum við að gera ráð fyrir börnum og erum við að gera ráð fyrir unglingum. Og kannski sérstaklega unglingum og ungmennum. Vegna þess að allir unglingar þurfa að eiga þriðja staðinn. Fyrsti staðurinn heimilið, annar staðurinn skólinn og þriðji staðurinn ótrúlega mikilvægur. Hann getur verið hvað sem eins og hefur verið komið inn á. Hann getur verið íþróttastarfið og þá íþróttamannvirki. Sundlaugin, getur verið félagsmiðstöðin. En það getur líka verið bara í almannarýmunum okkar, bara hvað sem í bænum. Þriðji staðurinn staður þar sem að unglingarnir eru bara með vinum sínum, eru bara þau sjálf á eigin forsendum að gera það sem þau vilja. Það ekki einhver mamma að reyna að fá þau til að setja í uppþvottavélina eða einhver kennari að reyna að kenna þeim að þáttaliðastærðir. Það bara þau með sínum vinum að njóta sín sem þau sjálf. Og við verðum að gera ráð fyrir þessu plássi og þessum rýmum. Þannig að það var það síðasta sem að mig langaði til þess að koma hérna á framfæri. Öðru leyti bara þakka ég fyrir frábærar umræður á þessu fundi, frábærar framsöguræður og frábærar umræður og málin fara áfram í úrvinnslu og vonandi verða teknar bara gæfuríkar og góðar ákvarðanir á vettvangi bæjarins í framhaldi af þessu. Takk fyrir, ég segi þessum fundi slitið.